nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Almáttugi eilífi Guð, Faðir miskunnsemda og Guð allarar huggunar, lítið náð til vor, heyr bænir vorar, vér í sorg og söknuð áköllum þig. Hjálpa oss með huggun þíns heilaga orðs, fyrir hinn krossfest og uppristna son þinn, Jesú Krist, drottinn vor og frelsara. Við biðjum í hans nafni. Amen. Heyrum heilagt orð, í Sýraksbók stendur skrifað. Traustur vinur örugg vörn. Finnir þú slíkan, áttu fjársjóð fundin. Traustur vinur verðmætari öllu, og engan kvarða fær skildi hans metið. Traustur vinur sem ódáinn strykkur. Sá sem drottinn óttast mun slíkan finna. Sá sem óttast drottinn vandar val vina. Hann heldur sér að slíkum sem honum sjálfum líkjast. Amen. Og heyrum einnig þessi orð hjá Páli postula þegar hann skrifar. Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflynd ykkar verði kunnugt öllum mönnum, drottinn í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar,
kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Að endingu, systkin, allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfestið það. Þið skuli gera þetta sem þið hafið bæði lært og numið, heyrt og séð til mín, og Guð friðarins mun vera með ykkur. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús mælti: Sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hann stiginn yfir frá dauðanum til lífsins. Sannlega, sannlega segi ég yður, sú stund kemur og þegar komin að hinir dánu munu heyra raust Guðs sonarins, og þeir sem heyra munu lifa. Eins og Faðirinn hefur líf í sjálfum sér, þannig hefur hann og veitt syninum að hafa líf í sér. Og hann hefur veitt honum vald til að halda dóm, því hann mannssonur. Undrist þetta eigi. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gert hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem dríkt hafa hið illa munu rísa upp til dómsins. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér, Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Við erum hér saman komin til að fylgja til hinstu hvílu Braga Magnússyni. Þegar við hugsum til hans og minnust hans, þá erum við hæfi að staðnæmast við orð Páls postula úr Filippíbréfinu. Verið ávallt glöð í Drottni, ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum, Drottinn er í nánd. Kristin trú nefnd fagnaðarerindið Jesú Krist. Enda það gleðiefni að til sé Guð sem hafi skapað lífið í öllum sínum margbreytileika. Að til sé almáttugur Guð sem elskar okkur hvert og eitt og hefur búið okkur eilíft líf. Hann Bragi Magnússon var alltaf glaður og hann var trúaður. Þú sást það utan á honum, þú heyrðir það á honum að þarna fór maður sem hafði gaman af lífinu og gaman af öðru fólki. Hann Bragi Magg var sívinnandi, naut þess að vinna og öllum sem til hans komu tók hann vel, tilbúinn að rétta fólki hjálparhönd. Bragi var mjög hreinn og beinn maður. Þegar einhver kom í vélsmiðjuna þá spurði hann alltaf 2 spurninga. Hver þú? Hvað þú að gera hér? Það var alltaf byrjað á að spyrja hverra manna viðkomandi væri, hvað hann héti og hver hann væri áður en spurt var að erindinu. Enda var Bragi mjög forvitinn fólk og hann kunni endalausa sögur af samferðafólki sínum og vinum. Og margar af þessum sögum voru dæmalega skemmtilegar, þannig að maður gat hlegið að þeim aftur og aftur. Enda voru þessar sögur sagðar til að hafa gaman af. Og þess vegna voru þær kryddaðar og matreiddar eins og góður matur alla jafna er. Hér í bæ var alveg sérstök stofnun, Braga kaffi. Alltaf hellti Bragi upp á kaffi á morgnana í vélsmiðjunni og þangað kom fastur kjarni af vinum og kunningjum. Og þar voru sagðar endalausar sögur af mönnum og spauksyrði á hraðbergi. Bragi hafði gaman af sérstæðum karakterum og hann safnaði þeim að sér í kaffistofunni. Og ef menn andmæltu honum eða hækkuðu við hann róminn, þá var Bragi í essinu sínu. Hann naut þess þegar það sauð á keipum og það var líf og fjör í umræðunni. Eða eins og eitt barnabarni sagði Braga. Afi gerði ekkert hljóðlega, það heyrðist alltaf hátt í honum. Hér á Ísafirði gott samfélag. Hér þekkjast allir og hér hjálpast fólk að og ég ætla að segja ykkur sögu upp á það. Núna hinn síðustu árin var Bragi orðinn fótafúinn og hann gekk við hækjur. Og hann átti stundum erfitt með að skafa rýmið af bílrúðunni á jeppánum sínum snemma morgnana. Lét kannski nægja að búa til svona kýrauga. Og löggan náttúrulega stoppaði. Ekki til að skamma, nei, segi nei. Þeir hjálpuðu honum til að skafa betur rúðuna. Þegar þú þekkir fólk með nafni og veist fyrir hvaða stendur, þá þykir þér vænt fólk. Og þetta gildir okkur öll hér á Ísafirði. Og þetta tvennt á alltaf saman, trú og kærleikur. Sá sem trúir á Guð, hann elskar náunga sín. Og þessum gott að búa hér. Bragi Magnússon var fæddur hér á Ísafirði þann 7. ágúst árið 1936. Foreldrar hans voru hjónin Magnús Jónsson, fiskmatsmaður og skipstjóri og Hannesína Þorgerður Bjarnadóttir. Faðir hans var Ísfirðingur, móðir hans frá Stokkseyri. Var Bragi yngstur alls systkina sinna.
Þau voru í aldursröð þessi: Sjöfn, Jón, Margrét og Sigurlaug. En svo átti Bragi líka 3 hálfsystkini sem voru honum samfeðrar. Þetta voru þau Fríða Ingibjörg, Guðmundur og Hafdís. Er Bragi síðastur þessara systkina til að kveðja þennan heim. Þegar Bragi var 7 ára, þá var hann með föður sínu niður á Höfn þegar hittu þar fólk úr Vigur. Eftir stutt samtal var það úr að Bragi fór í sveit í Vigur og var hann þar í sveit öll ár barnaskunnar. Í Vigur lærði Bragi að vinna, enda mörg verk í landbúnaði, en hann lærði líka ýmislegt annað, eins og til dæmis það að drepa lunda með því að rykkja honum úr hálsliðnum. Lundarnir voru veiddir með háf og síðan aflífaðir og á fengsömum degi gátu þetta verið 500 lundar. Og svo lærði hann auðvitað að skjóta svartfugl. Seinna meir, þegar hann var að aka göngin gegnum Súðavíkurhamar með börnin eða barnabörnin í bílnum, og þá var þar alltaf skarfur á steini sem blakaði í vængjónum. Og þá blótaði Bragi og sagði að nú væri slæmt að hafa ekki byssun í bílnum. Bragi gekk í barnaskóla Ísafjarðar og hann lauk gagnfræðaskólaprófi. Síðan fór hann í iðnskólann á Ísafirði og lærði þar járnsmíðar. Meðfram náminu vann hann í vélsmíðinni Þór. Bragi Magnússon var járnsmíðameistari. Auk þess að starfi Þór, þá vann Bragi fyrir Ameríkana upp á Straumnesfjalli og það var vel borguð vinna. Á þessum árum átti Bragi flottan amerískan kagga. Dísóton nefndi hann bílinn, en Bragi var alla tíð með bíladellu. Og hann gerði dísóton út sem leigubíl kvöld og helgar. Eitt skipti hann að aka 2 stúlkum út í Hnífsdal og tekur þær báðar tali, en báðar voru þær úr húsmæðraskólanum Ósk. Ég ímynda mér að stúlkanum hafi þótt þetta skemmtilegur bílstjóri. En önnur af þessum stúlkum var Lára Steinþórsdóttir frá Keflavík. Þarna hittust þau í fyrsta sinn og var þetta upphafið á ævilöngum kynnum þeirra og ást. Bragi kvæntist Láru eiginkonu sinni þann 7. september árið 1958. Þau Lára og Bragi byrjuðu að búa saman hér í Sólgötunni, en síðan fluttuðu upp á Hlíðaveg 33 og áttu heima þar næstu 2 áratugina. Þau Bragi og Lára eignuðust 3 börn. Sigríður þeirra elst, Bryndís í miðið, Steinþór yngstur. Ég ætla að segja aðeins frá þeim systkinum og þeirra fjölskyldum. Sigríður Bragadóttir gift Eiríki Kristóferssyni. Sigríður á 3 börn, elst Arnar Lára, hennar sambýlismaður Ingi Björn Guðnason og þau eiga 3 börn, það eru þau Hafdís, Helena og Dagur. Þá kemur Bragi. Sambýlismaður hans Jón Sergíó Sigurðsson. Gunnlaugur yngstur, hann kvæntur Olgu Agötu Tabaka og þau eiga 2 börn, það eru þau Gabriel og Helena. Bryndís Bragadóttir gift Ásgeiri Blöndal, þau eiga 2 börn, eldri dóttirinn Svava, hún á 2 börn, það eru þau Ásgeir Óðinn og Bryndís Freyja. Yngri sonurinn Kristján, hann kvæntur Arnrúnu Báru Finnsdóttur og þau eiga 3 börn, það eru þau Arney Röfn, Katla Hlín og Viktor Berg. Steinþór Bragason kvæntur Örnu Björk Sæmundsdóttur, þau eiga 4 börn, það eru þau Lára Sigrún, Sædís Mjöll, Arnar Bragi og Katrín Lísa. Árið 1979 reistu þau Bragi og Lára sér einbýlishús í Brautarholti 5 hér inn í Firði og var það þeirra heimili eftir það. Bragi stofnaði ásamt félaga sínum Friðgeiri Hrólfssyni vélsmiðju Ísafjarðar árið 1971.
Á þeim tíma var mikið að gera hjá smiðjum bæjarins. Sjávarútvegur var í blóma, hér voru togarar og einir 40 vertíðarbátar sem gerðir voru út á rækju og línu. Og það þurfti að smíða og gera við bæði báta og veiðarfæri. Steinþór, sonur Braga, var ekki hár í loftinu þegar hann fór að fylgja föður sínum niður í smiðju. Fyrst til að fylgjast með verkunum en svo til að læra og hjálpa til. Tíma liðu, þá varð rekstur vélsmiðjunnar að samstarfsverkefni þeirra feðga. Á skrifstofunni hans Braga kenndi ýmissa grasa. Þar voru meðal annars staflar af lögbirtingarblaðinu. En Bragi las blaðið og fylgdist með því hvort einhver fyrirtæki væri í kröggum, því þá var ekki ráðlegt að lána þeim fyrirtækjum. Og Bragi borgaði alltaf með ávísununum, skrifaði svona út seðla. Í dag veit unga fólkið á afgreiðslukassanum í Bónus og Nettó ekki hvað ávísun enda nú allt borgað í gegnum tölvur, því við lifum í rafrænum heimi. Bragi var afar vinnusamur maður. Alla virka daga var hann mættur í smiðjuna til að sinna sínu. Hvort hann tók sér einhver tíma veikindadag veit ég ekki, en heyrti ég að Steinþór, sonur hans, hafi einhver tíma kvartaði yfir því að hann væri slappur af einhverri pest. Og þá hnussaði bara, veikur, þú veist ekki hvað það einu sem hefur illa timbraður. Timburmenn þekkti Bragi vel frá fyrri tíð, þegar menn byrjuðu gjarnan að fá sér með síðdegiskaffin á föstudögum. Og Bragi var þannig maður að það var aldrei neitt hálfkák sem hann gerði. Það var alltaf farið alla leið. En Bragi var hins vegar svo skynsamur að setja tappan í flöskuna og taka fjölskylduna fram yfir Bakkus. Bragi hætti að drekka fyrir 50 árum síðan og hefur eftir það verið virkur AA-maður. Og ég veit það að mörgum manninum hefur Bragi hjálpað í gegnum þau samtök og þeirra góða starf. Það var margt brallað í smiðjunni, sérstaklega kringum kaffitímana. Bragi var afar stríðinn maður og hafði gaman af ýmiss konar sprelli. Ekki verða þau atvik rakin hér, enda hefur verið sett saman heil bók þarum sem ég mæli með að fólk lesi sér til ánægju. Bragi var mjög pólitískur maður. Meðan Steingrímur Hermannsson sat á þingi, þá var Bragi framsóknarmaður. Það hefur hins vegar verið svolítið erfiðar að átta sig á hvar pólitískt hjarta Braga slagi hinn seinni ár. Enda átti Bragi það til að tala fallega um Miðflokkinn þegar tilteknir ættingjar hans ráku inn nefið. Annars virtist Bragi vera gagnrýninn á alla flokka því hann bölsótaðist út í þá alla. Einhver hafði orð á því að þetta væri nú fullmikil svartsýni. Þá glotti Bragi og sagði, það versta að nú ég farin að trúa þessu sjálfur. Nú Bragi hann rak vélsmiðjuna fram á níræðisaldur. Hann átti líka ýmsa báti eða trillur ævina sem að reri til fiskjar eða notaði til veiða á svartfugli. Eins hafði hann gaman af að renna fyrir lax, en mesta yndi var þó alltaf að vera á sjó að veiða fisk. Ísafjörður sjávarútvegskaupstaður og staðurinn hefur byggst upp kringum höfnin og fiskvinnsluna. Hjarta bæjarins í raun höfnin og afleitt starfsemi. Bragi fór alltaf á rúntinn öll sín æviár, því þá hafði hann gaman af því að skreppa niður á höfn og sjá hvað væri að gerast. Og þessna munum við þegar við ökum hér og eftir með kistuna, þá tökum við smá rúnt niður á höfn. Því þar var Bragi alltaf mættur til að sjá hvað væri að gerast. Þegar rafmagnsbílar komu, þá vildi bíláhugamaður eins og hann Bragi fá sér alvöru rafmagnsbíl. Ekki neitt svona tvinn hálfkák, heldur 100% rafmagnsbíl.
Hann og Steinþór fóru suður að skoða bíla og Bragi vildi nú hafa sæmilega rúmt sig í bílnum og að sæti væri ekki of þröngt. Úr varð að hann keypti sér flottan BMW sem skráður 550 hestöfl. Og það þannig með rafmagnsbíla að viðbragðið í þeim miklu meira en á bensínbíl. En það fór það svo að einn af vinum Braga endaði aftur í skotti þegar hann rykti bílnum af stað. Já, afi gat ekki svolítið hratt og það sáu barnabörnin þegar þau litu á hraðamælinn. Bragi var mikill Vestfirðingur í sér. Hann vildi helst aldrei fara til Reykjavíkur og til læknis fór hann nær aldrei. Að vísu mun það hafa gerst einhver tíma fyrir nokkrum árum síðan að Bragi fór upp á heilsugæsluna og vildi fá tíma hjá lækni. Var honum sagt að það tæki 3 vikur. Bragi sagðist halda að hann nú þá dauður. Svo ritarinn fékk einhvern lækni til að líta á Braga. Læknirinn horfði á tölvuskjáinn og spurði hvort Bragi hefði alltaf átt heim á Ísafirði. Auðvitað, sagði okkar maður. Skrítið, sagði læknirinn. Það ekkert því í tölvunni. Hefur þú aldrei verið veikur? En auðvitað það nú samt svo að með háum aldri þá versnar heilsan og ellin hún beygir okkur öll að lokum. Bragi og Lára áttu saman góða ævi. Þau nutu þess að sjá börnin sín vaxa úr grassi. Að eiga góða fjölskyldu besta gjöf lífsins. Það var fyrir 7 árum síðan að heilsu hennar Láru fór að hraka. Og við Íslendingar erum svo lánsöm að eiga gott heilbrigðiskerfi og hjúkrunarheimili til að sinna okkar fólki. Bragi missti ástkæra eiginkonu sína Láru Steinþórsdóttur þann 24. ágúst 2021. Það mikið áfall að missa maka sinn. Ég tala nú ekki þegar fólk hefur átt saman langa og góða ævi. En trúin og góðar minningar ásamt góðri fjölskyldu og sterkum fjölskylduböndum hjálpa fólki til að takast á við sorg og missi. Bragi hélt áfram að búa í húsinu sinni í Brautarholtinu. Barnabarn hans, Lára Sigrún, hélt heimili með afa sínum síðustu 2 árin. Þar kynnti hún fyrir honum ýmsa nýtísku rétti. Bragi var líkt og vinir hans vita mikill sælkeri. Ástarpungar og rjómatertur með kokteiláveikstum voru í uppáhaldi hjá honum með kaffinu og að hans mati var ekkert sem toppaði góða steik eða grillmat. Þegar litið yfir ævi Braga Magnússonar þá ekki annað hægt en að þakka fyrir hans löngu og góðu ævi. Bragi var gæfumaður í einkalífi, hann átti marga góða vini og fyrirtækið hans áfram í rekstri. Bragi var Liverpool-maður. Hann átti merkta Liverpool-skyrtu og hélt alla tíð með því félagi. Í gamla daga æfði hann knattspyrnu með Herði og Ísafirði. Og þess vegna það að eftir ræðuna þá verður sungið Liverpool-lagið, en á íslensku þá gæti það hljómað eitthvað svona: ef þú brýst fram gegnum bílnum, berðu höfuðið hátt, óttastu ei myrkrið né ógn þess og mátt, litríkur ljósheimur bíður og lævirkja söngurinn þýður. Áfram, áfram, með hugbrútt hjarta, hugsaðum framtíð bjarta, þú arkar aldrei einn. Tilvitnun lýkur. Það ýmsir sem hefðu viljað vera hér í dag, en áttu þess ekki kost. Þau kveðja úr fjarlægð. Langafabörnin, þær systur Hafdís og Helena Haraldsdætur, kveðja afa sinn með söknuði. Minning hans lifir í huga þeirra og hjarta. Það hafa borið samúðarkveðjur frá Ingveldi Jónsdóttur og fjölskyldu á Akranesi, en þau eru stödd erlendis. Óli og Ella í Bergen senda fjölskyldu Braga sínar innilegustu samúðarkveðjur. Góður Guð blessi minningu góðs manns.
Þá eru samúðarkveðjur frá Veigu og fjölskyldu og eins hjartans kveðjur frá Halldóri og Gunnu. Og svo flyt ég kveðju frá þeim feðginum Lúlla Viggós og Ástu Dís. Það var núna í desember síðastliðnum sem Bragi lagðist inn á sjúkrahúsið á Ísafirði. Sjúkrahúsdvölin var að vísu stutt, en næstu mánuðina þurfti Bragi stundum á þjónustu sjúkrahússins að halda. Líkaminn var farinn að gefa sig og sjúkdómur herjað á okkar mann. Bragi hélt góðri andlegri heilsu til hinstu stundar. Vinir hans heimsóttu hann á spítalann og fjölskyldan gladdi hann. Bragi Magnússon fékk hægt og friðsamt andlát þann 2. júní síðastliðinn. Hann dó í faðmi fjölskyldunar. Ástvinir Braga þakka heimahjúkrun Vestfjarða fyrir góða aðstoð og starfsfólki sjúkrahússins fyrir hjúkrun og umönnun. Kistan hans Braga verður flutt inn í Réttarhólskirkjugarð, en þar fær hann sitt hinsta leg við hlið Lárusinnar konunnar sem hann elskaði. Hér í faðmi fjalla blárra ólst hann upp, hér lifði hann alla tíð og hér verður hann lagður í friði til hinstu hvíldar. Aðstandendur þakka auðsynda samúð og vinarhug og þau bjóða viðstöddum að þiggja veitingar að athöfn lokinni í frímúrarasalnum. Kistan hans Braga verður á eftir borin úr kirkju til greftrunar. Það er sérstök tilfinning að ganga á eftir kistu ástvinar og fara með líkfylgdinni inn í kirkjugarð og horfa á eftir kistunni hverfa niður í moldina. Sólin skín í heiði og fuglarnir syngja í trjánum. Og einmitt þá núna á eftir, þá ættum við að rifja upp og minnast orð apostulans. Verið ávallt glöð í Drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflynd ykkar verði kunnugt öllum mönnum, Drottinn í nánd. Drottinn nálægur. Drottinn Guð hefur hlustað á bænir ástvinar okkar, Braga Magnússonar. Hann hlustaði og blessaði hann með langlífi, góðri fjölskyldu og traustum vinum, og nú við lífsins lok þá kemur hinn eilífa blessun upprisunar. Því þótt að líkaminn sé lagður í mold, þá er ekki þar með sagt að andi og persóna hins látna verði að mold. Andi mannsins og persóna lifa áfram í ríki Guðs. Því þótt líkaminn falli að foldu, þá lifir sálin Guði hjá. Hjón liggja hlið við hlið í kirkjugarðinum. Það er táknrænt og til marks okkar kristnu trú að í eilífðinni séu ástvinir saman hjá Guði. Og það er í þeirri trú sem við kveðjum hér í dag og segjum dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda.
Guð Faðir í himnaríki, miskunn þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunn þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunn þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Við skulum biðja. Við þökkum þér, himneski Guð, að við getum komið fram fyrir þig bæði á stundum gleði og hamingju, en einnig leitað til þín þegar sorgir þjaka okkur. Við biðjum þig að hlýða á bænir okkar þegar við minnumst hann Braga Magnússonar og biðjum honum blessunar. Blessaðu minningarnar góðan mann sem við felum þér hér í dag. Í trúnni á þig höfum við stigið yfir frá dauða til lífs. Styrktu þau sem hér kveðja og veittu þeim leiðsögn á komandi tíð, eins og einnig við söfnumst frammi fyrir þér. Í Jesú nafni þá segjum við öll saman á hjarta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús mælti: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Skulum rísa á fætur. Bragi Magnússon, af jörðu ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða.
af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum lík lifa. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón að lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sín augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist.